kannski þráðurinn í dag að það komið illa svona langdregin aftaka stjórnvalda á stjórnendum í Íslandsbanka, stjórninni og bankastjórunum. Sigurður Ingi, hann tjáði sig, hann sagði að svona fólki væri ekki treystandi í morgun og svo seinna gaf hann eiginlega meira í þegar fór leið á daginn og sagði að bankinn hafði orðið sekur ítrekkuð lögbrot, vísvitandi blekkingar og legar. Við vorum með 2 fyrirsagnir frá Sigurði Inga því að Framsóknarflokkurinn leggur mikla áherslu á Íslandsbankamálið. Lilja Alfreðsdóttir, hún var í Kastljósi í kvöld en hún var líka í fréttunum og hún sagði við Íslandsbanka að fólki kann ekki að skamma sín. Katrín Jakobsdóttir, hún talaði frekar svona eins og framhaldsskólakennar þetta mál, sagði fólk að líta í eigin barm, fólk að standa skil á gjörðum sínum og annað slíkt. En hún tók það líka fram sem að kannski kemur mörgum kjósendur VG óvart að VG til í að selja restina af bankanum og þá líklega að treysta Bjarna Benediktssyni til þess. Bjarni, hann var í fréttunum, hann var náttúrulega að skamma Íslandsbanka en hann var líka að svara fyrir það að hann ætlaði sjálfur ekki að hætta. Hún fannst það fráleit hugmynd og raunverulega standa öll spjót á honum því að það var Alþingi sem að fól Bjarna Benediktssyni að selja bankann og hann bara að búa til ferlið og hafa eftirlit með því. En það fór gengið svona. Það gengið illa kom í ljós í skýrslunni Ríkisendurskoðunar bankasýsluna, þar stóð ekki steini við steini og síðan kemur í ljós í skýrslu Fjármálaeftirlitsins söluna innan Íslandsbanka, þar stóð heldur ekki steini við steini. Áður en fjalla aðeins meira ríkisstjórnina þá sagði hann Jón Þór Sturluson fyrrverandi aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins að starfshættirnir í Íslandsbanka væri ekkert einsdæmi og það ágætt að fólk hafa það í huga. Við vorum að ræða Íslandsbanka hér í gær við Þorvald Gylfason, Atla Þór Fandal og Ásgeir Brynjar Torfason og þeir voru nú allir á því að þetta væri náttúrulega lýsandi fyrir Íslandsbanka en jafnframt lýsandi fyrir allt fjármálakerfið. Það er bara svona, það er spillt og það er fúsk eins og sagt er og það er af svona ákveðinni ástæðu. Það var ein frétt í kvöld sem er eiginlega gömul frétt sem að ég sá inn á Vísi. Það er hún Birna, bankastjóri, hún fékk aukalega 10,9 milljónir vegna sölunar. Það var svona álagsgreiðslur fyrir að standa í því að banki væri að selja sjálfa sig og þannig að hún fékk þetta í svona bónus fyrir það sem að hefur komið ljós að var kannski ekki vel að verki staðið. Þetta er gömul frétt frá Kjarnanum, meira en eins árs Vísir tróið upp. Það hefur komið fram að bankin vildi verðlauna Birnu fyrir góða framistöðu og mikið álag við að vera að selja bankan. Neytendasamtökin íhuga að draga sig út úr viðskiptum við Íslandsbanka. Það kannski kemur engum óvart. Þetta er svona dæmi það hvernig almenningur lítur á þetta. En við á samstöðunni rifjuðum upp líka, maður gerir að rifja upp svona hvað menn sögðu áður og svona, við rifjuðum upp hvað viðskiptablaðamenn höfðu verið að skrifa Ásgeir Brynjar og Torfason og tala hann. Tilefni var það að í snemma á þessu ári þegar kom fram að Íslandsbanki væri að fara að borga svona háa sekta þá mætti Ásgeir Brynjar Torfason í 10 fréttir og samanlagðir viðskiptablaðamenn landsins bara átti ekki orði yfir það. Við rifjum upp þarna það sem Örn Arnarsson skrifaði í viðskiptablaðið, það sem að Gísli Freyr Valdirsson, Stefán Einar Stefánsson og Hörður Ægisson voru að ræða í hlaðvarpsþætti sem heitir Þjóðmál, þar sem þeir hittast einu sinni í viku eða tvisvar í viku og drekka kampavín og tala þjóðmál en þau tala aðalega illa þá sem er að reyna að verja almannahagsmuni og þeir bara voru býsnast yfir hvað Ásgeir Brynjar væri vitlaus og hvað hann misskildi raunverulega bankasöluna herfilega með því að telja hann að vera alvarlega og telja það að þarna eru háar sektir að ræða og þeir voru líka að undra sig á því að ríkissjónvarpið skildi kalla svona vitlausan mann til ráðagerða inn í fréttasettinu. En ég ætla að meina mynd hérna sem er frá því að Innherji, sem er eitt af þessum viðskiptablöðum, veitti viðskipti ársins. Þetta er reyndar eftir fyrri söluna. Þarna eru Jón Gunnar úr bankasýslunni, Birna úr Íslandsbanka og Bjarni úr Fjármálaráðuneytinu, öll með blóm og í hátíðabúning. Þau eru í smoking kallanir og Birna í svörtum kjól, mikið hátíðastund áramót, þar sem að þau eru að taka á móti blómum fyrir viðskipti ársins.
held að sé ekki margir svona bara utan þennan þröngað hóp viðskiptablaðamanna sem að líta svona á Íslandsbankasöluna sem einhver eitthvað til að gleðast yfir. Ég hef búin að vera að tala hversu harður Framsóknarflokkurinn hefur í dag út af Íslandsbankasölunni og ástæðan náttúrulega að ríkisstjórnin með vonda stöðu í könnunum. Framsóknarflokkurinn, hann búin að tapa helmingnum af því fylgi sem hann fekk í kosningunum, helmingurinn af þeim kjósendum sem að greiddu atkvæði segist ekki ætla að gera það í dag. VG búin að tapa 2/5 af því sem að þau fengu upp í kjörklefanum og Sjálfstæðisflokkurinn 1/4. Þannig að ríkisstjórnin í svona úlfadansi og það mátti heyra í morgun þegar Heimir fekk oddvita ríkisstjórnarinnar, Heimir Pétursson fekk oddvita ríkisstjórnarinnar með pallborðið, það var mjög undarlegur þáttur, ég mæli ekki með því að hlusta á hann var ótrúlega leiðilegur, það var farið yfir svona nokkur ágreiningsmál aðeins Íslandsbankamálið og svo kom í ljós að það var helst deilt hvali. Bjarni Benediktsson var mjög harður í hvalamálinu og sagði raunverulega að hann ætti erfiðleikum með að sætta sig við þetta og flokkurinn að þetta gæti hugsanlega orðið til þess að ríkisstjórnin myndi ríða til falls. Það eru fleiri mál sem að eru svona titra undir ríkisstjórninni. Við sögðum frá því á samstöðunni að Jóhann Páll var að benda á, sem að við höfum svo sem sagt hérna áður, Jóhann Páll, þingmaður Samfylkingarinnar, að flóttamannavandinn sem að Sjálfstæðisflokkurinn að tala hann að sömuleyti höfundaverk Sjálfstæðisflokksins. Þetta Sjálfstæðisflokkurinn, eins og við höfum rifið upp hér, veitti fólki frá Venezuela forgangsvernd hér og síðan hafa komið 3000 flóttamenn frá Venezuela og álagi sem á kerfinu núna að Sjálfstæðisflokkurinn að reyna að vinda ofan að þessu. Þeir reyndu að breyta bara í miðri á, allt í einu þegar komið ljós að það var ekkert að verða neitt valdarán bandarísku leyniþjónustunnar í Venezuela, þá eiginlega vildur ekki fá þetta fólk til Íslands, þá vildur þetta ekki vera svona geopolítiskan leik að taka við flóttafólki frá Venezuela og hættu að veita þeim hæli en úrskurðarnefnd flóttamannamála hafnaði þessu, það ekki að breyta svona bara í miðju kafi, þið verða að sýna fram á að eitthvað hafi breyst í Venezuela. Við höfum síðan heyrt ráðherra Sjálfstæðisflokksins tala að nú ástandið sé nú ekki svo slæmt í Venezuela, en það sem þeir gerðu eftir að þeir náðu í gegn breytingum á flóttamannalögunum þá ætlar að freistast til þess aftur að hætta að veita fólki frá Venezuela forgangsvernd og þess vegna hleðstu fólk sem að fær ekki kennitölu, getur ekki fara að vinna og í þessu limbói sem að hælisleitendur lenda í. Jóhann Páll svolítið að benda á þetta í dag. Það var önnur könnun sem var gerð, það var spurt svona hvort að fólk væri ánægt með störf 3 aðila, það var Guðni forseti. Fólk svona almennt ánægt með 74% segir þurfa ánægð við hann og bara 8% óánægð með hann. En það verri staðan hjá Katrínu og Ásgeiri og þessi könnun sýnir svolítið hversu hratt fjarar undan vinsældum Katrínar Jakobsdóttur sem var næstuð í, einhver hefði getað sagt bara óumdeild hér á árum áður. Það eru 29% samt sem eru ánægð með störf hennar en það eru 52% sem eru óánægð með hennar. Og Ásgeir í Seðlabankanum sem var maður ársins í fyrra held ég, það er bara 22% sem eru ánægð með hann en 55% sem eru ekki ánægð með hann. Þetta staða sem við þekkjum út á stjórnmálum vanalega þegar fólki komið í þessa stöðu, það svona afgerandi stærri hluti sem hefur ekki trú á fólki heldur en að treystir í að það er að klárast hinn svo kallar pólitíska inneign. Það var merkilegu dagur í dag, það var skrifað undir samning við sérgreinalækna, þar með líkur 5 ára tímabili, þar sem að sérgreinalæknar hafa ekki haft samning við sjúkratryggingar og eins og við höfum bent á hér við rauðaborðið og mikið fjallað það, að þá leiddi það til þess að sjúklingar sem að þurftu að leita til læknanna voru rukkaður auka greiðslu, þannig að sjúklingarhluturinn 2-faldaðist, jafnvel 3-faldaðist, þannig að þetta tímabil vonandi að enda núna, þannig að það sé ekki verið að rukka öryrkja og fátækt fólk 2-3-falt gjald fyrir að ferð til sérgreinalækna. Skoðum þetta mál betur á næstu dögum. Það var ein frétt sem kom inn í RÚV að það eru viðræður sem að voru svona þreifingar sem að duttu niður en eru aftur byrjaðar að mokking kaupi bylgjuna.
Mogginn rekur K100 og reynda fyrir samkynni við bylgjuna, hefur ekki gengið, en núna eru hugmyndur það að Mogginn kaupi bylgjuna og jáfnvel Vísi með, sem að ég held að geta ekki gengið upp, að ég held að samkynnis eftirlitið myndi bara stoppa það, að MBL myndi kaupa Vísi, en það er alveg umræður það að Mogginn kaupi bylgjuna, sem að hefur ákaflega sterkar stöðu útvarpsmarkaði, nær svona tilteknum hópi landsmanna, mætti eiginlega segja hefði svona pólitísk áhrif út af því og Mogginn myndi færa það yfir. Það er sviptingarnar á fjölmiðlamarkaði sem vegna svona niðurbrots á rekstrargrundvelli þeirra að halda áfram. Hluta af þessari skýringu af því að okkur sín að skoða þetta, að það eru hópur sem að ná völdum inn í sín sem að vil draga úr fjölmiðlarekstrinum og selja frá sér Vísi og bylgjuna, og með bylgjunni fylgir náttúrulega alls konar dótur í annað, léttbylgjan og Exið og ég man ekki hvað það heitir. Herðu, þetta voru fréttir dagsins. Aðlega vegfarandi við Mjóddinni og spurði fréttir vikunar. Já, hvernig leggst sekt fjármálaeftirlitsins á Íslandsbanka í þig? 1200 milljónir? Já, sko, ég bara, eiginlega bara ekki orðið yfir þessu. Mér finnst að við ættum bara öll að tjalda niður í Austurstræti. Og yfir svolítið í fréttir vikunar, hvernig líst þér á þetta allt með Íslandsbankasöluna og sekt fjármálaeftirlitsins? 1200 milljónir, finnst þér að bankastjóri eigi að taka ábyrgð? Algjörlega. Hann náttúrulega með laun sem að gera það verkum að hann eigi að taka ábyrgð. Ekki spurning. En fjármálaráðherrann? Nei, ég ekki alveg viss þar. 1200 milljón króna sekt, þar kemur fram að það var brotið lög og ekki nægilega vandlega var hugað að því hverjir teldust til dæmis löggildir fagfjárfestar. Hvernig hefur þetta lagst í þig? Man bara vil sjá hlutina upp á borðanum, sko. Það verður gefið mig eitthvað svona fara undan á flæmingi og annað slíkt. Það ætti ekki bara að þekkjast. Finnst þér að bankastjórinn ætti að segja af sér? Ég hef einhver stöð til að ákveða það, en það hljómar aldrei þannig, sko. Ábyrgur. En fjármálaráðherra? Já, hann þarf að taka sitt líka, sko. Ég meina, hann bara fyrir að gera eitthvað annað þegar hann spurður, sko. Ég fatti þetta ekki alveg. Hvernig gæstu þetta með þetta, sko? Sko, mér finnst þetta voru skrítið. Fyrst þetta kom upp, þetta mál, þá er þetta allt Bjarna Benediktsson að kenna. Hann hefur gert eitthvað á pappar. Nú er þetta allt í norður einhverju skúrkar inn í bankana sem að gerðu alls konar svínarí. Þetta sko er alveg hneyksli aldarinnar. Það er alveg á hreinu. Eru þau þó mörg? Finnst ykkur að bankastjórinn eigi að segja af sér? Já, sjálfsögðu. Hún og fjármálaráðherra. Númer 1, 2 og 3 fjármálaráðherra. Og bara stjórnin í heild, þetta hefur ekkert gert og bara alveg fyrir neðan allar hellur.